Næst heimsækjum við steypustöð Skagafjarðar sem einnig rekur efnisvinnslufyrirtækið Króksverk. Það mikið byggt í Skagafirði sem þýðir væntanlega að mikið að gera hjá fyrirtæki sem framleiðir og selur steypu. Og svipaða sögu að segja Króksverk. Uppbygging vegakerfisins kallar á mikla efnisvinnslu. Framkvæmdastjórinn bjartsýnn enda sér hann fram á metár í steypunni. Þetta gríðarleg aukning. Núna hefur verið stígandi síðustu ári, það bara sprenging núna í þessu. Mikið byggt til sveita, fjós og svo bara hérna einstaklingar í bænum. Ég held að sé einhver 40 hús í byggingu. Þetta þá, væntanlega svona með stærri árum sem að þið eru núna að ljúka við? Já, ég veit ekki þess að það hafi verið stærri ár hér. Það var 84, var gott ár hér en þetta mikið meira. Ertu farin að sjá eitthvað fram á svona næsta ár? Já, maður hefur heyrt af framkvæmdum sem hefur verið að ýta bara á undan fram á næsta ár sem átti jafnvel að fara í á þessu ári. Þannig að þú skynjar jákvæðni í fólki? Já. Mikla jákvæðni. En hvað með aðgengi að jarðefni fyrir steypustöðina? Við erum með námi hérna fram í firði sem mjög góð, hún bara sjálfbær. Við tökum efni úr Héraðsvötnum sem það ekki langur tími frá því við tökum efnið þangað til að við getum ekki séð að það hefur verið hreyft við neinum. Þannig að það mjög fínt. Það eru væntanlega ekki margar steypustöðvar sem að standa svo vel? Nei, ég held ekki. Steypustöðin sinnir ýmsum verktakaverkefnum svo sem jarð- og lagnavinnu. Til stendur að auknu fjármagni verði veitt til uppbyggingar vegakerfisins og það kemur sér vel fyrir efnisvinnslufyrirtækið Króksverk. Við verðum var við það strax núna. Það virðist vera að koma peningur í efnisvinnslu. Okkar aðal viðskiptavinur vegagerðin og það greinilegt að hún að bæta við í því. Þannig að hjólinn koma til með að snúast hjá steypustöðinni og Króksverki á næstu misserum? Já, ég sé ekki annað. Það bjart fram undan.